Gjörðu svo vel. Já, formaður virðulegu ráðsfulltrúar. Hvers vegna stöndum við hér? Við vorum hingað kvödd til að svara kalli þjóðarþings eftir tillögum að nýrri stjórnarskrá í stað þeirra bráðabirgðastjórnarskrár frá 1944 sem Alþingi hefur verið bráð 70 ár, látið undir höfuð leggjast eða endurskoða nema að litlu leyti. Og hvers vegna stöndum við hér nú? Það gerum við meðal annars vegna þess að rannsóknarnefnd Alþingis mælti með endurskoðun stjórnarskrárinnar vegna hrunsins. Rannsóknarnefnd Alþingis benti á, líkt og aðrir hafa gert, að veikleikar í stjórnskipun landsins eru hluti vandans sem lagði Ísland á hliðina. Þeir eru hluti landslagsins sem að hrunið spratt af og þar munar eftir vil ekki minnst óljós valdmörk og veikt mótvægi. Veikleika sem gerðu framkvæmdarvaldinu kleift að fara sínu fram án nægs aðhalds og eftirlits af hálfu löggjafarvalds og dómsvalds. Og þetta skiptir miklu meðalans vegna þess að hrunið á Íslandi 2008 er mesta fjármálahrun sem mælst hefur á viðtekna kvarða frá því mælingar hófust, eins og ég hef lýst á öðrum vettvangi. Leið og ég þakka nefnd B fyrir tillögurnar sem hún hefur lagt fram til kynningar ríkisstjórn og ráðherra og til afgreiðslu forseta Íslands síðar á þessum fundi. Þá langar mig að ræða við ykkur frekar valdmörk og mótvægi sem enskumælandi þjóðar kalla checks and balances og mig langar að ræða við ykkur færar leiðir til að treysta gagnkvæmt aðhald og eftirlit í stjórnskipun landsins í samhengi við þær tillögur frá B-nefndinni sem við höfum nú til umfjöllunar. Sumir líta svo á að við þurfum að velja milli þingræðis af því tagi sem við höfum búið við og sumir kalla flokksræði og forsetaræðis sem á skoða sem samheiti yfir ýmsar hugmyndur að framkvæmdarvaldi sé kjörið beint af þjóðinni án atbeina Alþingis, nú eða að þjóðkjörnum forseta Íslands séu falin ný verkefni. Þingræði og forsetaræði eru í mínum huga falskar andstæður. Við þurfum ekki að binda okkur við annað hvort mastrið. Ég tel að hægt sé að sætta þessi sjónarmið og fara bil beggja í nýrri stjórnskipan sem nýtir kosti beggja kerfa. Hugsunin er þessi. Framkvæmdarvaldið hefur seilst of langt innan þingræðisskipulags okkar. Skýrari valdmörk og sterkara mótvægi er hægt að tryggja með tvennu móti. Annars vegar með því að færa frá framkvæmdarvaldinu ýmis verkefni sem því hefur hingað til verið falið að sinna og hins vegar með því að reisa trausta eldveggi milli ólíkra valdþátta. Tökum verkaskiptinguna fyrst. Við höfum þegar kynnt fyrir almenningi tillögur að færa valdi til að skipa dómara frá innanríkisráðherra til forseta Íslands. Í áfangaskjali okkar stendur nú forseti Íslands skipar dómara eða setur þá í embætti og veitir þeim lausn án tillögu ráðherra. Tryggt skal með lögum að hæfni og málefnaleg sjónarmið ráði við veitingu embætta dómara. Lögbundin nefnd skal meta hæfi umsækjenda, velji forseti ekki í embætti dómara, einn þeirra sem nefndin telur hæfasta skipun háð samþykki Alþingis. Við eigum að vísu eftir að taka endanlega afstöðu til þess hvort á að vera forseti Íslands sem skipar dómara og hvort hann gerir það án tillögu ráðherra eða ekki. Ég legg til að forseta Íslands sé fært valdi til að skipa dómara án tillögu ráðherra. Og ég líti á þá tillögu sem fyrsta skrefið af mörgum í átt að sama valddreifingarmarki. Önnur skref að settu marki væru ákvæði sem gætu hljóðað svo. Forseti Íslands skipar forstjóra þjóðhagsstofnunar sem fylgist með árferði og afkomi þjóðarbúsins, vinnur á hagrannsóknum og ríkisstjórn og Alþingi til ráðuneytis í efnahagsmálum samkvæmt lögum. Forseti Íslands skipar forstjóra Hagstofu Íslands sem vinnur á opinberri hagsýslugerð samkvæmt lögum. Forseti Íslands skipar forstjóra ríkisendurskoðunar sem endurskoða ríkisreikning og reikninga þeirra aðila sem hafa með höndum rekstur og fjárvörslu á vegum ríkisins samkvæmt lögum. Forseti Íslands skipar forstjóra fjármálaeftirlits sem hefur opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og fylgist með að hún sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur og samþykktir sem gilda starfsemina. Forseti Íslands skipar forstjóra samkeppniseftirlits sem miðar að því að efla virka samkeppni í viðskiptum samkvæmt lögum.
Forseti Íslands skipar umboðsmann Alþingis til að hafa eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga samkvæmt lögum og tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum. Forseti Íslands skipar forstjóra Seðlabanka Íslands sem ber samkvæmt lögum að stuðla að stöðugu verðlagi og framgangi stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Með slíkum ákvæðum væru slegnar 2 flugur í einu höggi. Í fyrsta lagi væri tekið af framkvæmdarvaldinu tæki til að raða mönnum handgengnum ríkisstjórnarflokkum á hverjum tíma í mikilvæg forystustörf í stjórnsýslunni, svo sem ærin brögð hafa verið að á leiðinni tíð og eru enn. Til viðmiðunar má nefna að forseti Finnlands skipar seðlabankastjóra þar í landi samkvæmt lögum. Í annan stað væri mikilvægum stofnunum ríkisins veitt vernd í stjórnarskrá og þá leið girt fyrir hættuna á að Alþingi leggi þessar stofnanir niður með lögum, svo sem gert var við þjóðhagsstofnun fyrir fáeinum árum með illum afleiðingum. Hér gert ráð fyrir endurreisn þjóðhagsstofnunar samkvæmt tilmælum í stjórnarskrá. Stofnanirnar sem ég hef tilgreint þurfa með almannahag að leiðarljósi að vera sjálfstæðar gagnvart framkvæmdarvaldinu. Hægt væri að lengja listan. Eftir þessari tillögu gæti forseti Íslands ekki skipað forstjóra þessara stofnana upp á sitt eindæmi, heldur hefði hann sér við hlið lögbundna nefnd, helst með erlendum sérfræðingum eftir atvikum, svo sem tíðkast við ráðningu prófessora í Háskóla Íslands og eins og segir í áfangaskjalinu skipun dómara sem ég las upp úr áðan. Forseti Íslands þyrfti því að sæta aðhaldi og eftirliti lögbundunar nefndar sérfræðinga og einnig Alþingis og forsetin þyrfti auk þess að axla ábyrgð á þessum embættisverkum sínum eins og öðrum samkvæmt ákvæði í stjórnarskrá eða lögum. Og snúum okkur nú sem snöggvast að eldveggjónum. Mér langar í samræmi við tillögu okkar Ómars Ragnarssonar og fyrri stugum máls að fjalla aðkomu forseta Íslands að stjórnarmyndunum. Textin stjórnarmyndanir nýrri í stjórnarskrá gæti að tillögu okkar Ómars hljóða svo að hluta. Svo þegar skipa skal forsætisráðherra leggur forseti Íslands fram tillögu eftir samráð við þingflokka og alþingismenn. Hafi tillögum forseta verið hafnað 4 sinnum, getur hann annarkvort rofið þing og boða til alþingiskosninga eða skipað forsætisráðherra utan þingstjórnar. Samþykki Alþingi ekki tillögu forseta forsætisráðherra utan þingstjórnar, getur forseti lagt málið undir atkvæði allra atkvæðisbærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar með leynilegri atkvæðagreiðslu. Hafni Alþingi lagafrumvarpi utan þingstjórnar, getur forseti skotið málinu til þjóðarinnar. Ef Alþingi samþykkir tillögu forsætisráðherra, ákveður forsætisráðherrann skipan ráðuneyta og tölur ráðherra og skiptir störfum með þeim. Og þá tilnefnir hann eða hún ríkisstjórn sína og tilkynni forseti Alþingis og fljótt sem verða má. Forseti Íslands skipar forsætisráðherra fyrir hönd Alþingis og veitir honum eða henni lausn og forsætisráðherrann skipar aðra ráðherra og veitir þeim lausn. Og lokaatriðið þetta, samþykki Alþingi vantraust á ríkisstjórn forseti Íslands því aðeins skylt að veita henni lausn frá störfum að Alþingi samþykki tillögu forsætisráðherra sem njóti trausts þingsins. Sjáðu, þessar tillögur ekki bornar fram að tilefnislausu. Samkvæmt þessum tillögum þarf Alþingi að deila stjórnarmyndunarvaldi sínu með forseta Íslands, svo sem reynst getur nauðsynlegt myndist gjá milli þings og þjóðar. Sú staða getur komið upp og kom upp 1942 að Alþingi sé ófært að mynda ríkisstjórn enda þótt kosið sé til þings oftar en einu sinni með stuttu millibili. Við slíkar aðstæður þarf forseti Íslands að hafa heimild í stjórnarskrá til að skipa utan þingstjórn, svo sem Ólafur Jóhannesson prófessor lagði til 1945. Og þörf á slíku ákvæði aðild forseta Íslands að stjórnarmyndunum óháð því hvort ráðherrar koma á röðum þingmanna eða eru utan þings, svo sem tillögur ráðsins gera ráð fyrir. Væri Alþingi einu falin stjórnarmyndun án aðkomu forseta Íslands, ykist hættan á flokksræði og tilheyrandi ofríki framkvæmdarvaldsins með gamla laginu í andstöðu við almannahag. Aðkomu forseta Íslands samkvæmt tillögu minni ætlað að tryggja gagnkvæmt aðhald og öryggi. Að lokum þetta, höfuðtilgangur þessara tillagna aukið hlutverk forseta Íslands þríþættur. Tillögurnar miða í fyrsta lagi að betra jafnvægi milli framkvæmdarvalds, löggjafarvalds og dómsvalds.
Þær miða í öðru lagi að sjálfstæðari og sterkari stjórnsýslu þar sem starfshæfni er höfð í fyrirrúmi og landlægum klíkuskap er vísað á bug, svo sem rannsóknarnefnd Alþingis lýsti eftir. Og tillögurnar miða í þriðja og síðasta lagi að því að sætta og sameina kosti þingræðis og þjóðkjörins framkvæmdarvalds því að forseti Íslands er kjörinn af þjóðinni. Aukið hlutverk forsetans má skoða sem aukið aðhald almennings að framkvæmdarvaldinu enda kveði ný stjórnarskrá á að forseti Íslands sé kjörinn á þann veg að hann hafi meiri hluta kjósenda að baki sér. Þakka fyrir.